Það Sveppi og leitin að lekanum í Hörpu. Það hátíð í bæ, Iceland Airways í fullum gangi 2011. Og ég að segja ykkur það, satt og skrifað, það eru tveir risar í íslensku tónlistarlífi í dag, Múkisson og Jónas Sigurðsson. Og ég veit það, einfalda út að ég hef vitað því. Það ekki flóknar það. Jónas, hvernig stemmningin? Var þetta ekki falleg kynning? Þetta var rosalega falleg kynning, Ég var ekki búinn að hafa það. Nei, ok, já, ég bara upp með mér, þakka þér fyrir. Byrjum á byrjunu, Jónas. Hefur alltaf verið svona mikill pælari? Þú virkar á mig sem mikill pælari. Já, það hefur eiginlega þvælst mikið fyrir mér. Já. Þannig að ég hef yfirleitt pælt of mikið í öllu. Já, en ég menn, er það ekki kostur? Jú, en það er kannski, áskorinn er síðan að framkvæma, að hugsa og svo, og gera síðan, Það er oft verið vandamál hjá mér. Hugsa og svo bara hugsa eitthvað meira, Nú ertu komið með 2 plötur sem hálfgerður sólólistamaður en samt náttúrulega ekki sólólistamaður út að vinna með fullt af flottu fólki. Já. Hvað þú náttúrulega fluttir heim, er það ekki? Jú. Áður en að Malbiki kom út? Ég bjó í Danmörku í 5 ár. Já. Og svo bara sprakk hausinn á mér eiginlega af öllum þessum hugmyndum, þannig að ég fór að... Varstu búinn að vera gull allan tíman og leikaði með, eða bara komið þetta Já, algjörlega, allan tíman. Alveg, ég átti svo, já, ennþá ég á alveg ógrynni af hugmyndum frá þessum tíma. Þannig að þetta er kannski það sem að á fagmáli nefnist að vera svolítið blokkeraður, að vera rauninni blokkaður sem svona skapandi aðili. Ég var þar alveg mörg ár, bara hugsa og ég kom einhvern veginn ekki hlutunum frá mér. Nei. Svo flutti ég til útlanda, sem var mjög fínt. Þá fikk ég svona pláss og labbaði í skóginum og hugsaði og smátt fór hlutir þetta er allt í lagi. Einn af fáum sem að kemst upp með að semja mitt lag tré og verði ekki eins og hálfviti. Já, takk fyrir það. Og svo náttúrulega allt eitthvað sem að slæðir í gegn. Já. Og hamingjan hér og svona, hvernig er að hitta það? Það er rosalega gaman. Það er rosalega, ég meina, maður verður alltaf að vera svolítið æðrulaus, finnst mér gagnvart, lögunum eins og þegar við vorum að semja að gera allt eitthvað. Þá er hamingjan hér svona gnæfir yfir. Og það var margir sem voru að segja svona, Jónas, það geta alveg farið þannig að allir bara eftir að halda hamingjan hér bara, þetta sé bara hamingjan hér. Og ok, það er bara, ég sagði bara, ég get ekki pælt meira í þessu, ég er búinn að pæla alltaf mikið í öllu. Áfram með smörið, út með lögin og gera nýtt bara. Og náttúrulega íslensku tónlistarverðlaunum. Já. Fyrir lag ársins var ekki? Lag ársins, jú. Og platan var tilnefnd og ég var tilnefndur líka textahöfundur. Já. Á meiri áttar. Hvaðan koma hugmyndirnar á textunum? Ég meina, ég verða að viðurkenna að ég held alltaf mikið upp á texta, hvort sem eru enskir eða íslenskir. Íslenskir textar hafa síðast áratuginn ekkert verið spes, en ég meina, svo kemur þú, finnst mér komið inn með frábæra texta, bókmenntatilvísanir. Er þetta mikið yfir textunum? Alveg rosalega. Já, það er svoleiðis. Góði dáttur sveik, ég klappi ringina, ég heyrði það, Ég veist það er svo skemmtilegt, ég veit. Menn var alltaf prik fyrir þeir sem fatta það. Endar hvergi. Nei, nákvæmlega. Allavega, ég sem lögin bara, þau koma bara, en textarnir eru taka rosalega tíma. Og ég get setið alveg svo í vini, Ásgrímur Ingi Arngrímsson, ljóðskáld, vinur minn. Ég hringi mjög oft í hann með texta, les fyrir hann textana, hann kemur með eitthvað. Og Magnús Þór Sigmundsson. Þannig að ég ger mjög mikið að því að heyra í öðrum og fleia hugmyndum. Og það er líka eins og með ritvélarnar og allt þetta, þú veist. Mér finnst rosalega gaman að vinna út frá því að vera með öðrum. Þetta er verkefni sem ég er að keyra, en gengur meira minn út á að vera að vinna með öðru frábæru fólki og það verður til svona... Chemistry bara? Já, það verður til, og þá skapar svo mikið. Klálega. Því það er svo auðvelt að stoppa bara einhvern veginn einn heima. Nú áttu ritvélarnar frábært gikk fyrir árið síðan á Airways í Tjarnarbíói. Hvað hefur breyst í bandinu síðan? Það hefur orðið bara heilmikið breyting. Ég myndi segja að ritvélarnar í dag, þetta band það var mjög sterkt þá, en í dag orðið mikið samspilara. Og við í rauninni styrktum, ég fekk Samma þarna inn, sem er náttúrulega bara... Góðsögnin úr Jaguar meðal annars? Já, bara góðsögn í blásara. Og svo kom hann inn með menn sem hann hefur verið að vinna með og við fjölgum í brassinu og þetta var svolítið hugmynd, við vorum ofta að ræða þetta. Mér finnst mjög gaman að ræða við einhverja sem ég þekki, sem að koma á tónleika og svona, hvernig fannst þér og hvað var soundið og það var alltaf þessi hugmynd bara að músíkin er það kraftmikil að það verður bara einhvern veginn að trukka henni í gegn og
og það er bara ekkert nóg að vera með 2 blásara. Það er bara stærra brass. Með 2-3 trommuleikara og eitthvað bassa og synta og allt það. Það er ekkert nóg að vera með 2 trompet. Og aðtæri tölvum minnum mig, var það ekki? Já, allur pakki. Þá verður bara, og það er það sem við erum að presentera í dag. Það er stóra band. Hvað er bandið stórt í dag? Hvað eru margir á sviði? Við erum 12 í kvöld. Það eru 12? Það er viðhafnar útgáfan. Og hvernig er að koma til þessum hóp saman? Það er bara ríkarlega erfitt. Ekkert ímynda með það. Þú eru að sjá bara hérna síman hjá mig, bara ég er með sér búinn að finna bug í iPhone þegar maður er að senda SMS á svona marga í einu, þá krassar hann. Ég þarf að senda bug, SMS á helminginu bandinu og svo hinn helmingin. Og hvernig verður þá næsta plata við Jónas í sig? Verður það Troubadour, einn með gítarinn? Ég reyndar að undirbúa að gera plötu með lúðrasveit. Og svona kannski eitthvað sjálfsbindingarkvöld. Nei, það er mjög spennandi verkefni sem ég ætla að gera með blásarar eru nú svo agaðir, að þeir kannski mæta alltaf á réttu tíma. Já, þeir eru öðruvísi týpur. Já. Og mjög gaman að vinna með, það er svona allt annað bakgrunnur og svona. Og þeir blásarar sem ég vinni með, þeir eru líka, það er mjög skemmtilegt, það eru 2 týpur af blásarum. Já. Þeir sem geta blásið svona músík eða bara geta ekki. Já. Það er mjög margir sem bara... Já, bara koma sér ekki í gírinn. Það er bara svo, þetta er allt svo mikið svona svona og það eru sumir blásarar eru þar svona að maður kallar svona rytmískt. Já. Og svo eru aðrir sem eru bara ótrúlega góðir, þá er meira í melodíum og... Já. Þannig að, og þessi plata með lúðrasveitinni, er þetta nýtt efni eða? Já, það er nýtt efni. Já. Og komið svona eitthvað frekara plan hvernig það tekur upp? Næsta sumar. Já, næsta sumar. Þannig að hún verður tekin upp í vetur. Já, ok. Þannig að það er nóg að gera? Já, svo er ég líka að teikna aðra plötu svona prósaplötu Já. Þannig að ég er bara mjög ánægður núna. Ég er svona boltinn fann að rúlla hjá mér. Já. Og ég er farin að svona geta unnið úr þessu og fundi rytma við að búa til. Ég finnst eiginlega, eins og ég hef stundum sagt þegar maður vill vera skapandi og tónlistarmaður, að þá kannski er í rauninni erfiðasta sköpunarverkið er að skapa í rauninni plossið til þess að skapa inn í. Já, skilur. Til að því maður er alltaf eitthvað að gera eitthvað annað og eitthvað Þú ert pælar að tala við pælaran, ég skil alveg. Já, þú viðir alveg. Já, ég skil þetta. Akkurat. En hérna, þessar viðtökur sem þú fengir náttúrulega, bæði við allt er eitthvað og málbygginu, ég meina, er þetta ekki líka bara hvati til að halda áfram? Alveg. Til að bara gera meira á stærra? Jú. Ég meina, það er bara, maður náttúrulega þrífst á því, þetta er, músík fyrir mér er lúpa, er svona, maður setur eitthvað út, fær feedback, það kemur inn aftur og það er það sem að gera þetta. Mér finnst frábært, ég er bara kannski að labba einhvers staðar, svo hitti ég einhvern sem bara, hei, hérna, lagið þitt bara talaði til mín. Breytti lífið. Breytti lífið, já, kannski, ég er alltaf býtið því. Já, það kemur. Það kemur. Það er svona, lagið bara talaði til mín og bara, vá, og það er svona, ok, það er það sem ég finnst vera... Já, ég meina það gefur þessu gildi. Algjörlega. Herðu, þú ert að spila í Hörpunni á eftir, eða þið náttúrulega? Já. Hefurðu spilað í Hörpunni áður? Já. Spilaði hérna opnunarhátíðinni. Ok. Þannig að þú þekkir stemningun og svæðið. Mér finnst rosalega gaman að spila hérna. Alveg, það sé bara allt hérna, það er svo bara gaman að vera hérna. Allt er eitthvað. Og baksviðsdæmi, það er bara... Já, ég er ekki nógu merkilegur, ég hef ekki komið þangað. Ég þarf að taka það með mig þangað eftir. Já, við þurfum að fáum okkur Við þurfum reyndar að kaupa kaffið, það er einu kaffið. Nei, nú er ég ósanngjörn. Þau eru búin að búa til hérna fyrir Airwaves. Ótrúlega flott allt. Allur afbúnaður, kaffi og... Skemmtileg hátíð. Já, mjög vel. Vel skipulögð og frábært.